Jökull tapina gegn Íslandsmeisturunum, hvernig bara metur þetta? Ég met þetta bara sem erfiðan leik, öflugan andstæðing og svona heilt yfir fannst mér þeir sterkari aðilinn í dag. Mjög ánægður hvernig við komum út í seinni hálfleikinn og mér fannst við taka hann yfir svona fyrsta korterið og minnka muninn. Og svo komast þeir aftur inn og ná svona að taka yfir aftur, sem allt í lagi. Það er bara ekkert óeðlilegt á móti sterkum andstæðing, en svona hefði viljað sjá okkur örlítið beittari og svona hömlulausari sóknarlega í fyrri hálfleik. Og já, bara annars bara erfiður leikur og ég held að svona á þess að hafa rýnt eitthvað í það, þá held ég að þeir hafi verið sterkari og átt sigurinn skilið. Eins og segir bara kannski eftir svolítið erfiðan fyrri hálfleik, komið sterkir út í seinni, hvað var bara farið yfir í hálfleik? Það var nú kannski aðalega farið yfir bara svona bæði taktískt og hugarfarslegs eðlis sem var rætt en þú veist, það var svona lítið svo sem það hefði þurft lítið til þess að hafa fyrri hálfleikinn svona bærilegri, bara að koma inn í hann með jafnari leik í höndunum. Þannig að það var ekki disaster, en við gerum okkur aðeins erfitt fyrir þar og já, þannig að bara farið yfir nokkur hluti og bara mér finnst menn koma helviti sjarp út í seinni hálfleikinn og mjög ánægður með það. Svekkjandi að fá þetta 3-1 mark á sig skömmu eftir eða mikið munni? Já, það er þetta mjög svekkjandi. Maður hefði viljað svona nýta momentumið og ná frekar að herja hans á og setja pressu á leikinn, en það var erfitt þegar þeir setja strax aftur í 3-1. Þetta bara án sigur síðan í annarri umferð, bara hvernig er þetta að breyta því? Það er nú bara nokkra leiðir í því, við þurfum að halda áfram og það þarf að vera trú, það þarf að passa upp á sjálfstraustið, við getum, já, svo er bara, við þurfum að halda áfram að vinna í því sem við erum að vinna í og svo mun hjálpa líka þegar við fáum fleiri leikmenn tilbaka úr meiðslum, þannig að við fáum meiri breidd, en það er svona sittlítið af hvoru sem er hægt að gera til að vinna í því. Bara fer með okkur í gegnum meiðslalistan, hvernig er staðan á meiddarmönnum? Hún er svona aðeins óljós með nokkrar menn. Íbrahim er auðvitað frá í allavega 2 mánuði viðbót. Beno og Örvar Eggers líklega ekki klárir fyrir en eftir landsleikjahlé. Og við erum að vona Heiðar fara að koma inn. Þannig að svo Bjarki Hauks í banni í dag líka, þannig að hann kemur inn aftur. Það er svona styttist í næstu menn og það munar allt en svo líka frábært. Við erum með marga mjög unga sem hafa verið að fá svona fyrstu leiki og það er frábært. Þetta er mikið rætt að reyta með einhverja pressu. Hvernig bara óttast þú eitthvað stöðu þína sem þjálfari liðsins? Ég óttast ekki neitt. Ég bara ekki hræddur eitt eða við neitt. Ég eins og hef ég bara mikinn áhuga á því að þessu liði gangi vel og stuðningsmennir okkar eiga meira skilið, þannig að þeir fjölmenna ennþá á leiki og ég held að við sjáum okkur fara að borga þeim tilbaka í næstu leikjum. Þeir voru eitthvað að syngja Rekin í hálfleik og Rekin á morgun, hefur það einhver áhrif á þig? Nei, það hefur engin áhrif á mig. Ég átta mig alveg á hvernig staðan er og gerir mig grein fyrir með hvað hætti umræðan er án þess að vera að fylgjast með henni. Það er allt í góðu, þetta er bara hluti af leiknum og ég fagna því að stuðningsmenn okkar hafi áhuga á liðinu. Ég fagna því að stuðningsmenn annar liða hafi áhuga á því að setja orku í að koma okkur í jafnvægi og að aðrir nenna fjalla okkur hvort sem það er aggressíft eða hafi gaman af, þannig að það er bara frábært.